Jæja, þá komum við að skák nummer 3. Búið að ganga vel hingað til. Ég vann fyrstu 2 skákinnar og ég setti inn stigagráðan minn á svona graf, aðalega fyrir sjálfan mig til að fylgjast með hvernig gengur. Og markmiðið stendur ennþá, ég ætla upp í 2 og 5 á chess.com og til þess þarf ég að tefla meira og æfa mig svolítið meira. Einhverju voru að spurja mig af hverju finnst þú að vera óvirkur skákmaður eða ryðgaður og þó ég hefi atvinnu af skák, kenni skák, atvinnu, gera ekkert annað, þá er rosalega lítið að tefla sjálfur og ég sjálfur sér lítið að stúdera skák fyrir sjálfan mig. Þegar maður er að kenna skák alla daga þá er maður meira að spá í því heldur en sjálfum sér, þannig að nú langar mér að setja smá metnað í mína eigin skákgetu og koma mér í betra form og það er svona hluti af því að komast upp í 2 og 5. Ég þarf að æfa mig meira sjálfur og pæla í þessu fyrir sjálfum mig og líka tefla meira á chess.com. Ég hef mjög lítið teflt þar í gegnum tíðina og aldrei farið í 2 og 5. En sem sagt vann fyrstu 2 skákinnar og þetta mjakast áfram eins og þið sjáið og ég ætla að finna andstæðing sem kemur vonandi strax. Hann kemur hér og það er einhver frá Íran, síðan mér. Það er ekki annars, jú. Þetta er Caro-Kann og við skulum bara leika riddari F3 og riddari C3. Það er að tefla svona. Riddari F6, E5. Riddari E4, riddari E2 er þetta atriði. Þetta er drottning B6, D4. Þetta er, já. Biskup F5, ég þekki þennan leika ekki. Það er einn leikur í þessu að fara með þennan í burtu og reyna að leika F3 á eftir. Ég er bara að spá í hvað þetta gangi núna. Riddari eftir G1, ég hóta F3. Þannig þarf að leika eitthvað H6 og kemst riddarinn kannski ekki í burtu eða hvað. Þannig að riddari eftir G1 á hann eitthvað. Nýtist biskupinn hans eitthvað hérna á þessu skálinu. Ég líka leiki riddari H4. Er það eitthvað leikur? Það er mjög fyndið leikur. Riddari H4. Hóta biskupnum, hóta F3. Prófum þetta. Ok, biskup eitthvað, F3. Riddarar af G5. G5 er kannski einhver leikur á honum og riddarinn minna á einhver riti, þannig að kannski hefði þurft að fara með hann á G1 aftur. Það er sérst alveg þekkt hugmynd í þessu skrýtna atriði í Caro-Kann að bakka með riddarann G1 til að rýma fyrir F-beðinu og þó að tapi tíma hafa riddarann á E4 svolítið strand. En oftast leika menn eitthvað í staðan fyrir biskup F5 held ég F6 eða eitthvað líka, E6 fyrst og riddari G1 F6 til þess að riddarinn geti farið á G5 og bakka á F7. Það er ein hugmynd í þessu. En nú skil ég ekkert hvað er að gerast. Biskup D7 F3 G5 tekið E4, tekið hér. Já. Ég veit það ekki. Hann bara hugsar. Biskup G4. Býtu, ha? Já, F3 G5. Langar svo sem líka alveg bara að leika H3. Ef hann eitthvað biskup H5 þá G4 og þá rými ég reitt fyrir riddarann minn kannski. Þetta er mjög sérstætt. F3 G5 tekið E4, tekið H4 svo sem alltaf lagi fyrir hann. H3 G5 tekið. Ég ætla að prófa þetta. Nei, hann tekur á E2 þá tekið bara um biskup og riddarinn er sem það hálf svona ólánlega. Reynda kemst það núna á kemst þetta svo sem á G3 reitin fyrst ég er búinn að leika H3.
Ok, það er ekki að hugsa svona mikið. 3-2, bara búin að leika 8 leikjum. Ok, nú ætlar hann sérst að fara á G3. Það er svo sem alveg skynsamlegt hjá hann. Það er alveg til í að reyna að ángra hennar riddara eitthvað. Þetta er kannski að reyna að vera eitthvað siður á G4. Mér skrítinleikur, en mér langar svolítið að leika G4 og hafa riddara minn hér. Til að geta ringt fyrir F-peðinu sérna. Og ég er að pæli að fara með kóngið minn bara eitthvað yfir. Þannig að eftir biskup B4 skák er ekkert hættu við það. Fyrir hér. Hótar þessu. Ég var að hugsa bara svarið svo svona. Ok, F6. Já. Hann er vissulega með smá frumkvæði, blessaður maðurinn. En ok, þetta er einhver hótun. Riddara minn er haldið klunnulegur hérna. Ég viðurkenni það. Ég viðurkenni það. Þetta er alltaf ekki A3 að ég þarf, en biskupinn þessu korti er bara svolítið strand hérna. F6, ok, riddarinn hans kemst núna á G5. Ég samt að spaka hér. Og hann fær með riddarinn G5 taka á F6, hann var að taka með peði. Ég verði að taka þetta, hann er að taka hér annars. Eða hvað, það má alltaf ekki taka að tekið. Ég get kannski reynt að vera dálítið sniður og leikið. Geta reynt að vera dálítið sniður og leikið. Ok, ég má ekki hugsa svona. Það er bara allt of hægt. Allt of hægt. Ég má ekki taka D4 því ég tek drottning drepa biskupur á H7 vinn drottninguna en hann getur kannski leikið E5 eitthvað en ég fengi það reyta riddara minn. Hér. Mér langar að leika hér. Ég ætla að koma riddaranum aftur tilbaka. Sko ég kem riddaranum á F3 og get leikið kóngnum einhvern skynsamlegan stað kannski. Það getur kannski nýtt kóngsækja leikið H4, G5 eitthvað þannig. Pínu óþægilegt að hafa þetta hangandi yfir sér. Þannig að er taka einhver reyta á honum. Drottningin minn mjög safe hér. Mennirnar hans ekkert að gera hér. Ok, þetta er tómt píp. Þetta er líka H4, G5 mát. Já, það er kannski ágætur leikur á hann. Ég er að drepa þetta. Mér langar ekki að drepa þetta. Skrítið staðið með allar mennina minna í einn klessu á kóngsvagnum en reyna að opna stöðuna einhvern veginn. Ok. Við erum að fara með kónginn eitthvað yfir á hálínuna. Kannski var leiðilegt að leyfa hann þessu uppskipti.
Kóngsstaðan mín er svona frekar frjálsleg en það hangir saman einhvern veginn. Einhvern veginn hangir þetta allt saman. Hér. Hóta einhver sérstöku. Kannski núna. Getur skáka hér. Fjandans. Nú er ég búinn að koma mér í algjört vesen. Er hann að halda einhverju praktískum möguleikum gangandi. Þetta er ekki góða leikur. Þetta gerir stundum þegar menn eru í tímaöryggi. Menn leika af sér. Og þarna tapaði hann drottningu og gafst upp. Ok, já, pínu heppinn þarna en eins og ég sagði, að halda smá pressu á honum þarna þó ég hefði klúrað þessu í lokin. Og ef maður heldur pressunni, jafnvel þó maður sé ekki með betri stöðu, þá fipast andstæðingurinn. Ég meina, við vorum báðir undir 10 sekúndum, þannig að ég ætla að henda þessi yfir í chessbase eins og áður og kíkja á þetta. Svona, já, E4, C6, rittar F3, D5, rittar C3, rittar F6, E5, rittar E4. Ég hef telt þetta afbrigði með rittar F3 og rittar C3 dálítið oft. Þetta er svona einföld leið til þess að tækla Caro-Kann-vörn af því að maður þarf ekki að kunna neitt sérstaklega mikla teóríu með þetta með hvítt og það er ýmsir pittir fyrir svartan til að falla í þessu og maður getur mjög auðvitað að fengja bara svona þægilega stöður, sérstaklega stöður þar sem maður enda bara með biskupaparið og meðan svartur er með biskuparittara sem er alltaf þægilegt að tefla, sérstaklega í hraðskák, svona auðvelt. Hvað er að gerast? Kemur þetta? En þetta afbrigði er alltaf flókið og frumlegt. Sko það sem ég vil alls ekki gera í þessari stöðu er að leika p á d4 og lega hann að taka rittarinn á c3 og gefa mig tvíbeð af því að hann kemur alltaf hvítrittarbiskupnum sínum út, þannig að hann fær hagsta útgáfu af franskur, ef svo maður segja, með að biskupinn hans kemst á f5 með g4. Þannig ég þarf einhvern veginn að gera eitthvað þannig að svartu get ekki bara fengið að tefla franska vörn bara með hvítrittarbiskupinn á góðum stað sem er venjulega lélegur maður í frakkanum. Þannig að það sem að ég er að reyna að gera hér er að gera rittarinn hans á e4 til klaufalega. Og það er hugmyndið með þessu leik hérna sem ég lék rittar e2. Þannig að nú er eiginlega bara hótun að leika d3 og rittarinn hans endar á einhverju flakki. Þannig að þess vegna leikur hann drottning b6 sem er teórían. Ég get lengur hóta rittarinn með d3 en ég get hugsanlega hótað hann með f-beðinu og það er hérna hugmyndin með þessum rittar g1 leik sem er leikið og p er að fara á f3 og þá er rittarinn hálfpartinn af bara. Þannig hér leika eiginlega allir e6 í þessari stöðu og ég hef aldrei séð hennan biskupsleik sem hann leik, bara aldrei nokkuð tíma á ævinni. En ég man að, já, e6, rittar g1, líka hægt að leika rittar g3, það er svona vinsæll leikur núna þessi dagana. Rittar g3 í staðinn fyrir rittar g1, en ég allavega þekkti þetta, rittar g1, núna held ég f6, f3, rittar g5, ég hef telt svona skákjara sem ég leik h4, rittar f7, f4, og þetta verður eins og hálfgerð frönskvörn, með frekar frönskvörn, til ég geta taka á f6 og leika f4, og þetta, já, þetta er svona frumlegt. En rittar g3 í þessari stöðu er hérna nýr heituleikur með einhverju pæsótt fyrir hvítum. En hann leik allavega biskup f5 og sá leikur er nýjung samkvæmt mínum gagnagrunni sem er sá nýjasta sem til er, Mega Database 2020, aldrei komið fyrir áður og það hlýtur að vera einhver góð ástæða fyrir því. Þetta hlýtur að vera lélegur leikur.
Ég legg rittari H4, kannski það ekki sniðugt. Rittari H4 er fínt. Biskup G4. Ok, ég var að hugsa fyrst F3, G5 og mér fannst það vera eitthvað óljóst. Þannig ég legg H3 til að reyna að vera eitthvað sniður. Sá leikur er ekki svo besti, hvíti stendur samt enn betur, en F3 samkvæmt Stokkvís 11, sem er öflugur skákreiknir, er unnið tafla hvítan. Samt getur svartur leikið G5. Og núna var eina sem ég hugsaði var að taka á E4, hann drepur á H4 og það jafnt í liðum og ég sá svo sem ég get ekkert endilega af hverju ég ætti að vera með betra þeirri stöðu. Það var eitthvað óljós og flækjur þannig, en jú, kannski það betra. En tölvan vill leika mjög sérstökum leik þarna sem ég datt ekki einu sinni í hug. Hún vill leika H3, segir hvítið sem er unnið tafl. Já, ok. Ég veit ekki alveg af hverju. Ef hann drepur hér, þá tek ég hér með peði. Riddarinn hans er klögulegur, verður að fara G3, ég drep og vinn G3 peði einhvern tímann. Ef hann bakkar hingað eitthvað með biskupinn, þá er riddarinn minn af, en ég fæ þennan í staðinn. Og þá lítur þetta svona út og hvíti staðinn er unnin, segir tölvan. Bara stöðulega mun betri. Þetta peð veikt og svarta staðan bara léleg. Tölvan vill með þess að leika A4, A5, reka drottningur í burtu. Þetta er mjög frumlegt, þetta minnir á eitthvað svona Trompowski atriði, peðótum alltaf skipnustöðum. En allavega, ætlum ekki að pæla mikið í því. Ég legg rittari H4, hann er kannski G4 og legg H3 í staðinn fyrir F3 sem ég átti að gera. Drapa hann, drepi og nú er þetta orðið hálfgerð frönsk vörn. Nema riddarinn hans er svolítið svona strandandi á E4. Hann er ekki að fara langt allavega. Og það er ekkert auðvelt fyrir mig að loka hann inni af því að ef ég leika F3 og kemst hann á G3. Þannig ég þarf bara að gera eitthvað í rólegheitum hér. Sko, ef ég þarf bara að hróka stutt og leika C3 og bakka með riddarinn minn á F3, þá er ég bara að tefla eins og hálfgerða franska vörn og svartur hlýtur að vera sáttur við það því hann er búinn að losa sig við hvítariddarbiskupinn sinn sem er alltaf vandræðamaður í frakkanum. En það er það sem tölvan vill gera, hann vill bara leika C3, C5, stutt hrókun, biskup E7, riddari F3, riddari C6. Og það er kannski alltaf lagi bara í jafnvægi. En ég var að reyna að vera frumlegur, leik G4. Það fær ekki góða dóma, en það er það líka vanrækja leiðskipan og það er ekki að hugsa um öryggi kongsins. Ég ætla að fara með kónginn minn á F1 G2, líka kannski rýma G2-reitin fyrir riddarinn minn, ég held að það var eitthvað sniðugt. Svartur fær oft þetta spil í svipuðum stöðtypum, frakkanum og karkan, og svartur drepur mjög oft inn á D4 og skákar hér og þá er alveg þekkt að fara bara með kónginn hér. Hvítur ekkert endilega að hróka í þessum stöðum. En eins og staðinn núna þá er ég kannski aðeins ómikið á eftir liðskipan og riddarinn minn stranda á hálínunni eða svona, riddar út á kanti líki sem fanti og allt það. Þannig að hann er ekki að taka þátt í þessu. Þannig að svartur er sennilega með aðeins betra tafl hér. Biskup E3. Hér getur hann leikið biskup E7 hóta riddarinum og jafnvel tekið á B2. Ég er samt svona í hraðskákum þá eru menn ekkert alltaf spenntir fyrir að vera að taka peð á B2 eða B7, svona eitru peð. Af því að maður þarf smá tíma til að átta sig hvort að drottningin sleppi, en hér er það greinilega í lagi. En hann hrókar stutt og ég legg kóng á G2, nú getur hann ennþá gert það. Gera það ekki og hleypi mér inn í skákina hér. Hérna er kannski spurning hvort hann getur tekið á F5 með peð fórna manni. Tölvan er mjög hrifin af því. Það sem hún á við, þetta er svona þekkt þema í frakkanum. Hér, biskup eitthvað og hér. Með mjög hættulegum færum fyrir svartan. En það hefur kannski einhverju farið út í þetta. En það er erfitt að reikna svona og meta svona hvort það svona gangi upp í hraðskák. Þannig að ég drap hér, G-drepur, biskup D3,
Hérna getur hann leikið riddari E5 af því að leppun á skálinni, drottningin á biskupinn á E3. En ok, þetta heldur áfram. Ég náði svona aðeins að klóra inn í þetta hér og hér ég líklega að koma með bara betra tafl ef ég tefli aðeins nákvæmar enn ég gerði. Kóngur F2 óþarfi. Ég var bara að leika hrókur C1. Tölvan. Ég samt, eðlilega vildi ég ekki hafa kónginn á G-línunni en hann auðvitað alveg öruggur þar. Ég vildi nota G og H-línuna fyrir sókn gegn svörtu kóngstöðinu. Ég vil ekki hafa kónginn minn að H2 af því að þá hann í skálinu biskupsins og ég vil ekki hafa hann hér sem sagt. Þess vegna fór ég með hann hingað á F2 en hann bara fyrir kóngurinn. Það er bara best að hann væri á A1 með eitthvað. En ok, riddari A5, hann byrjar eitthvað að príla þarna á drottningavangnum og mér fannst það ekki vera neitt. Ég leik B3 til að valda C4-reitin. Hér er svo sem alveg ánægð með stöðuna hérna. Hér ég kannski aðeins á bjartsýnn að fara með hrókinn á G1 strax. Ég get ekki bara G5 beint. Þarf ekkert að vera eitthvað undirbóta svona mikið. Bara vaða af stað með G5 og H4 og eitthvað. Opna línur. H4 og hér er hann eiginlega að svona taka yfir aftur. Ég hef kannski eftir að leika, já bara G5 hérna, bara vaða á hann. H4 skák, kóngur F1, hrókur C3, G5, F5. Og nú er þetta bara orðið eitthvað kapplaup á báðir tímaræki. Hér var ég hræddur við ykkur að drauga og bara leika svona einhverjum leik sem ég veist vera praktískur kóngur getur. En hann er ekkert að hóta neinu. Það er engin hótun að skáka á C1. Þannig að ég leika sér bara á augabragði, kóngur G2. Hér er hann ætla bara að keyra á hann með G6. Og hann er ekkert að gera hann. Ef hann er meðalega drottningjöfunum og kóngurinn er berskjaldaður hér. Hér er bara hvítur að vaða í gegn, sko. Ef hann drepur og ég tek með riddara með skák, drottning H5 kemur eftir og fráskákir á G-línunni. Hérna er ég of varkár því ég leik kóngur G2. Og þið tækir kannski eftir ég er að reyna að vera mjög gagnrýninn á eigin takmörku. Ég held að það sé besta leiðin til framfara að vera gagnrýninn á sjálfan sig á svona uppbyggjandi hátt, ekki að brjóta maður niður heldur eitthvað, reyna að finna eitthvað sem maður getur bætt. Og ég teki eftir því oft ég er að tefla að þá, sérstaklega í svona ryðgaður eins og ég er núna, þá er ég ekki nógu duglegur að keyra á andstæðinginn og nýta frumkvæði þegar tækifæri gerst. Það er aðeins of varkár og hræddur við eitthvað sem hann er kannski að fara að gera. Og svona sjá drauga. Það er mjög algengt, finnst mér, þegar maður er ekki í góða formi í skák. Já, baráttan heldur áfram. Hrókur F1. Við erum að missa af alls konar hlutum eins og hér getur hann heldur tekið á G5 og leikir hrókur G8. En maður sér ekkert svona ef maður er í bullandi tímaræki og maður er bara að reyna að finna einhverja svona gagnlega leiki sem að gera eitthvað gott. Hér fórnaði ég skildi þetta ekki alveg af hverju hann var að þessu, ég held þessi algjör óþarfi. Kemur þetta ekki að reyna að finna að leika kannski eitthvað F4 en ég skildi þetta ekki alveg og ég sá ekki alveg bæturna sem hann fekk. Svo ég drap hér kóngur H4, þetta var alveg rétt hjá mér. Hér er ég bara með unnið tafl og hann er ekkert með sérstakar hótanir þannig. Hér þarf ég eiginlega að leika, eina sem hann getur mögulega gert er að koma á drottningunni á þessa skálínu og skáka að komast eitthvað í gegn. Þannig að það verður mjög sniðugt fyrir mig að leika núna hér og vera með drottninguna bæði í vörn og sókn. Þess að valda G5-reitin og hóta máti á kóngsagnum. Ég sá þetta bara ekki ná fljótt í leik hrókur G sem hóta G7, þetta er líka góða leikur. Og hérna ákvæðir hann að bara opna kóngstöðunum strax og leika G7. Leikur sem fannst að vera svona praktískur í tímarækinu. En drottning E3 og drottning H6 er ennþá best og vinnulétt. Þetta er ekki gott af því að þetta var ekki eins hættulegt og ég bjóst við. Hér kom loksins drottning E3, það er bara of seint. Hér á hann við leika drottning C2 og er það komin í gegn og hóta skák kannski á F2 eða H2. En hann bakkaði hingað og þá get ég leikið H6 og drottning H6 eins og ég gerði. Sem er gott. Og eftir drottning H6 þá skákaði hann á E7. Og ég bakkaði hann á H3 og hann skákaði á F2. Og hér gerði ég mistök með
með að fara með kónginn á H2. Ég vildi auðvitað ekki, bara eina sem ég hugsaði, ég vil ekki fara með kónginn á G-línuna því að það lokaði fyrir hrókið minn, en ég misti bara gaflunum á G4. Ég var ekki alveg mjög svona vakandi á taktískan hátt. Kóngur H2. Ég vil ekki kóngur G2, alveg bara riddari G4 og ég var að fara með drottninguna og þetta er bara baráttu áfram þá hvíti stendur betur. Hér er þetta allt í einu orðið jafnt og ég hef betur átt að leika kóngur G3 og valda allar reitina og ég er með svo mikla pressu á kóngsvögnum að hann getur líka losað sig. Ég vimpið og þetta er bara jafnt tafl. Og hér er hann komið með vinningsmöguleika og hann verður hérna, og ég sagði það svo sem að ég hóta máti á F8, hann verður að leika kóngur G7 og valda það allt og hann á kannski smá séns að vinna þá stöðu. Hann gerði það og hér ákvað ég bara að fara með kónginn og láta hann leika einhverju. Því ég sá að hann myndi taka á H5 með drottningu, þá ætlaði ég að skáka á F6 og taka á E6 og ég fæði eitthvað sprikl og það er einhvern veginn, þetta er erfitt fyrir Sertan að finna eitthvað gagnlegan leik hérna, hann getur skákað en það gerir ekki neitt. Og það var það sem ég var að tala um, að setja pressa á andstæðinginn, að láta hann finna eitthvað leik og hann leika þessu drottningu hér með G3. Þannig að smá heppni í lokin en lærdómsríkt að mörgu leyti og aðalega kannski með þessa byrjun í þessari skák, ég held að ég hef lært ýmislegt af því. En allavega, 3 sigrar í röð, þetta fer vel af stað. Takk fyrir áhorfið.